Já, góðan daginn, Sigur heiti ég. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur lokahörun mitt í vélstjórn. Lokahörun mitt snerist að hanna og teikna beltisbúnað undir bíl. Fyrst byrjaði að hugsa hvernig hönnun á búkkunum ég vildi hafa og teikna niður á blað. Þegar ég var loksins orðinn sáttur þá byrjaði ég að gera módel af því úr pappa í fugli stærð til að fuglu sem ég að hönnunin liti vel út og myndi passa undir fólksbíl. Eftir það var ég síðan að bara byrja að smíða og velja efni sem ég ætlaði að nota í hann. Búkkinn sjálfur smíðaði úr flatjárni, prófílum og gegnheilu röri. Hér má sjá alla íhluti búkkana. Tannhjólin lét ég skera út fyrir mig í slipnum að Eggerti og gaf hann mér þau að kostnaðarlausu sem styrk og ég vil þakka honum og slipnin innilega fyrir þann styrk. Öxulinn rann ég síðan niður úr öxulstáli. Strekkjarinn fyrir belti hafði ég frekar basic. Ég hafði það þannig að það kemur 16 mm snittin sem soðinn fastur við búkkann sjálfan og hersluraði sitt hvoru megin við til að stilla búnaðinn rétt fyrir beltið. Einnig svokölluð stýring fremst sem báðum megin við strekkjan sem situr á og rennur meðfram. Öryggisbúnaðinn virkar þannig að það gormur sem herðist alveg við ákveðna gráðu og stoppa búnaðinn áður en hann rekst upp í bílinn. Frá snittteininum kemur teinn eða eitthvað álíka sem á kúlu fyrir beygjuradísinn og teinnin tengist síðan upp í bílinn og takmarkar þar af leiðandi hreyfigetuna upp og niður á búnaðinum. Einnig í frambúkkunum hef ég vír sem tengist við bílinn til að passa beygjuradísinn á búnaðinum áður en búnaðurinn myndi rekast í bílinn við beygjunar. Belti gerði úr færibandagúmmí og spinnum. Færibandagúmmí pantaði ég frá Poulsen í mottum sem ég þurfti að skera niður í ræmur. Ég hafði belti aðeins þykkara að aftan heldur en framan og hafði ég 140 mm ræmur að framan en að aftan 160 mm ræmur. Spinnuna hins vegar gerði ég úr 30x30x3 mm prófíl sem ég skar í sundur og þetta boltaði ég saman. Hérna má sjá frambúkkan og hérna afturbúkkan. Ekki náði ég að prófa búnaðinn undir bílinn en það eina sem stoppar það var að það þurfti að búa til spacera. Annars búnaðurinn til og geri ég ráð fyrir að klára búnaðinn og hann verði tilbúinn fyrir ferðir næsta vetur. Takk fyrir mig.